og gesti okkar úr Gróttu velkomna hingað í Kópavoginn og ætlum að kynna þeirra lið. Það er númer 1 Hákon Rafn Valdimarsson, númer 2 Arnar Þór Helgason, númer 3 Bjarki Leósson, númer 6 Sigurvin Reynisson sem jafnframt er fyrirliði, númer 9 Axel Sigurðarsson, númer 10 Kristófer Orri Pétursson, númer 11 Sölvi Björnsson, númer 15 Halldór Kristján Baldursson, númer 23 Dagur Guðjónsson, númer 24 Pétur Theodor Árnason og númer 25 Valtýr Makallesen. Varamenn Gróttur Jón Ívan Rívenef, Júlí Karlsson, Agnar Guðjónsson, Axel Freyr Harðarsson, Grímur Ingi Jakobsson, Gunnar Jónas Hauksson og Oliver Dagur Thorlacius. Nú þjálfari Gróttu er Óskar Hrafn Þorvaldsson. Í liði blika númer 1 Gunnleifur Vignir Gunnleifsson, númer 4 Damir Múminovic, númer 5 Elvar Freyr Helgason, númer 6 Alexander Helgi Sigurðarsson, númer 7 Jonathan Hendricks, númer 9 Tómas Mikkelsen, númer 17 Þórir Guðjónsson, númer 19 Aron Bjarnason, númer 21 Viktor Örn Martinsson, númer 25 Davíð Ingvarsson og númer 45 Brynjólfur Darri Willumsson. Nú varamenn blika eru Sindri Snær Viljámsson, Óskar Jónsson, Guðmundur Böðvar Guðjónsson, Andri Rapp Jómann, Benedikt Vatt Vorren, Aron Kári Aðalsteinsson og Ólafur Guðmundsson. Þjálfari blika Ágúst Þór Gylfason og honum til aðstofari Guðmundur Steinarsson. Nú dómari hér í dag er Egill Arnar Sigurðarsson og honum til aðstofari eru þeir Kristján Már Ólafsson og Ásmundur Þór Sveinsson. Það er örlítil breyting á byrjunarliði blika. Leikmann nr. 17 Þórir Guðjónsson mun ekki hefja leik hér en í hans stað kemur leikmann nr. 36 Aron Kári Aðalsteinsson. Eitt, tveir. Það komið sælir áhorfendugóðir og velkomnir að skjánum. En hér fer að hefjast leikur Breiðabliks og Gróttu í Lengjubikarmótinu.
Nú eins og þið hafið kannski heyrt í Jóni Björka hérna rétt áðan að þá eru liðin þannig að það í markinu hjá Gróttunni Hákon Rafn Valdimarsson og síðan koma hérna númer 2 Arnar Þór Helgason, Bjarki Leósson, Sigurvin Reynisson sem jafnframt fyrirliði þeirra og númer 9 Axel Sigurðarsson, númer 10 Kristófer Orri Pétursson, númer 11 Sölvi Björnsson og númer 15 Halldór Kristján Baldursson, númer 23 Dagur Guðjónsson, númer 24 Pétur Theodór Árnason og númer 25 Valtýr Már Mikaelsson. Nú lið Blika í dag þannig það Gulli í markinu, Gunnlaugur Vignir Gunnleifsson og Damir og Elvar á mið í hafsendunum. Síðan eru þeir hérna númer 6 Alexander Helgi Sigurðarsson og Jonathan. Síðan Tómas Mikkelsen númer 9, númer 17 reyndar breyting þar á að Björki, hver kom inn fyrir Aron Kári Aðalsteinsson kom inn fyrir Þóri Guðjónsson. Og síðan númer 19 Aron Bjarnason, númer 21 Viktor Örn Margeirsson, númer 25 Davíð Ingvarsson og númer 45 Brynjólfur Darri Willumsson. Nú varamannabekkurinn hjá Gróttunni Jón Ívan Rivæn sennilega, Júlí Karlsson, Agnar Guðjónsson, Axel Freyr Harðarsson, Grímur Ingi Jakobsson, Gunnar Jónas Hauksson og Óliver Dagur Torlasíus. En hjá okkur það Sindri Snær Viljámsson, Óskar Jónsson, Guðmundur Böðvar Guðjónsson, Andri Rafn Jámann, hann kominn inn aftur og Benedikt Varen, Aron Kári Aðalsteinsson, hann reynda kominn inn í liðið og síðan Ólafur Guðmundsson. Nú erum við að hefja leik bara. Og það dómarar á þessum leik Egill Arnar Sigurþórsson og honum til aðstoðar Kristján Már Ólafsson og Ásmundur Þór Sveinsson og þarna var hann að gefa Gróttumanni gulspjald í byrjun. Ég svona aðeins að reyna að átta mig á þessum leikmönnum hjá Gróttu svo gefur að skilja þá ég ekki alveg en leikmaður númer 9, hann heitir Axel Sigurðarsson og hann kemst þarna upp fyrir og Damir reynir að stýra honum út en hann kemur langa bolta fyrir og þar Jonathan Hendricks og Gróttumaðurinn setur boltan út af. Eru harðir fyrir? Já, sæll. Þetta var spes sending. Beint í horn og biðu eiginlega bara allir eftir hvað myndi gerast. Þetta var skrítið.
En hvað það, Gróta komið með boltan og það horn. Dami fær boltan hann að beint á nebban. Hann hefur fengið blóðnað sér, kappinn, ekki má fara inn á þá, þegar það stoppar og Gróttan fær aftur hornspyrnu. Nú kemur langur bolti fyrir, hvað gerir, og það er skalli rétt framhjá. Með 15. Halldór Kristján Baldursson sem átti þennan skalla. Leikarnir að spila. Þetta rúlega út. Allt og set. Þór Helgason hjá Gróttunni fór hann utan í Tómas. Með boltan út á Jónatan. Þeir bara eru með hápressu hér Gróttumenn. Fyrst í berginn. Draga hans tilbaka. Löng sending hjá Elvari sem að Tómas er rétt missir af og þeir eru að kalla hvort að Damir megi kom inn á. Já, hann er komin inn og fer Aron Kári upp á miðuna. Alexander að brjóta á Arnar Þór Helgasinni. Spurningi hvort að hljóðið sé komið. Einhver athugasemdir hér. Svo er hann Sigurjón Jónsson, hann er komin í bingo. Og þarna náðu blikandi boltanum og það er Aron og hann sendi boltan og veitu hvað gerist. Og Guðnjólfur Dari rétt fyrst að þessu færi. Góð sending hjá Aron. Vel gert hjá markmanni Gróttu, Hákoni Rafni.
Þeir taka bara á þeim hér að vel að hörku. Gróttumennirnir. Og það var eitt leikur í gær í þessum riðli þar sem að Víkingur tók á móti FH í Egilshöllinni og FH vann þann leik 3-2. Sending inn fyrir vörnina en Elvar nær að koma sér í burtu og Jónatan hann sprettur úr sporið hérna. Það mistir boltan aðeins og langt frá sig Gróttumaðurinn. Vel gert hjá Brynjólfur Darra. Með boltan, hvað gerir hann? Jónatan með skot og fer að Gróttumanni og beint á markvarðinn hjá Gróttu. Nú pressa Blikarnir en Gróttumenn á að leysa úr því og senda boltan fram og það er Gulli sem tekur hann, sparkar hann bara í burtu og það er Gróttumaður beint á Gróttumann og hann er boltanum niður. Skemmtilegt lið þetta Gróttulið, það er ég að segja. Og Elvar brýtur þarna á einum. Og nú kemur góða reglan. Þetta er skynsemi, ekkert vesen. Það kemur boltinn fyrir, en Gróttumenn eru alltaf undan á boltan. Sparkar bara hérna fram. Elvar sendir tilbaka á Gulla. Gulli, hvað gerir Gulli? Hann sendir á Elvar. Og nú er Elvar sendir bara út af.
Hættulegu leikur. Góður bolti, Jonathan nær hann þessu, já hann nær þessu, kemur þessu fyrir og nær hann að skalla en þarna voru Gróttumenn stálhettir, einn búinn að planta sér á línuna. Vel spilað hjá Blikunum. Góð sending. Já, annar inni. Sendir bolta strax. Aron, hvað gerir Aron? Staðan fyrir að skjóta, þá leikur hann aðeins lengra. Missir boltan út af. Stórhættuleg sókn.
Gróta með góða sendingu hérna inn fyrir. Það eru tveir sem gátu tekið boltann en Ingvar góð með hann hérna út á kantinum. Sendir tilbaka, fær hann aftur, vel gert. Sjáðu yfir, sagði ykkur. Boltinn kemur hérna fyrir en Brynjólfur þar með slaka sendingu. Nú gefur Aron. Jæja, fáum allan hornspyrnu út úr þessu. Vel spilað þarna inn í teg. Líka passa vel. Og sending, ekki rangstæður. Kemur fyrst hann ein. Helgi með góðan bolta hér á Tómas. Hann er hún niður. Aleinn. Góður bolti en Gróttumaðurinn kemst fyrir. Tómas nær þessum bolta, sendur hann út. Jonathan rétt náði þessu yfir. Og það er ánægjulegt að Andri Rafn er kominn í hópinn eftir að hafa verið í meiðslum og Jonathan að meiðast eitthvað þarna, setur fótinn fyrir. Þetta lítur ekki vel út.
Vonum að þetta sé ekki mikið. Hendir þarna á hægri fótinn. Nú eins og alþjóð vita þá vorum við að sæna í burtu frá okkur eða selja Willum Þór og Davíð Kristján og síðan vorum við að sæna hérna félagsfræðing til starfa og allt gott það að segja. Hann kannski tekur hægri fúlbakkinn eða vinstri. En Willum var að sæna til Bate Borisov. Hörku samningur þar. Og Jónatan er staðinn upp og það er verið að huga á honum þarna. Hvort þetta sé ökklinn eða hnéð, veit það ekki. En sýnist að vera Óskar sem að Býtum við, hann er langt fyrir innan. Mér finnst Jónatan vera kominn inn á aftur. Hann þarf að þrauka aðeins á meðan hann hitta upp hana. Sennilega. Hann er haltur. Hann verður fljótur að gleyma þessu. Enda sterkur strákurinn. Senda Blika góða pressa á og ná boltanum. Senda út á hornið, Aronur með boltan hérna. Og hvað gerir hann? Hann setur boltan fyrir en alltaf ná Grótum en að koma með stóru tána fyrir þetta. Ótrúlegt. Vel gert hjá þeim. Jónatan tekur innkastið. Brynjóldar, hann setur tilbaka aftur og kemur boltin fyrir og hvað gerist en ekkert. Grótumaður.
Wow. Já, Viktor snýr af sér. Þetta bolta fram en ekki nógu góð sending. Og boltin kemur aftur til Gulla alla leið. Sending frá Damir. Aron Einarsson. Reynir að fara aðeins of mikið. Nú verður það mættu bara. Sendir í útspark. Vel gert hjá Ella. Ella með góða sendingu hér. Þessi boltan aðeins svo langt frá sér. En nær að snúa Gróttumanninn og sendir boltan fyrir en enn og aftur Gróttumanninn fyrir. Og þá er það Darri. Og Alexander Helgi, hvað gerir hann? Getur skotið og sendir á Jonathan og tekur skotið og var rétt framhjá. Vel gert. Menn núna ekki ánægðir með dómarann þarna, menn hann átti ekki að stoppa leikinn. Séu Gróttumenn. Þarna Tómas kemur, munar litlu, hann næði boltana þarna. Það var hendi, Jonathan. Staðan fyrir innkast. Já, dæmir hann hornspyrnu. Það kom við hárið á honum. Það sést alla leið héðan.
Góð sendinga fyrir en fór út fyrir. Gróttumenn harðir í pressunni. Þarna vantaði Tómas inn og þarna hvarf boltinn bara. Kemur aldrei niður aftur þessi. Svona á að gera þetta bara. Skrýtnar reglur en allt í lagi. Ég held að það sé langbest að menn nái bara samkomulagi það fyrir leik. En þarna erum við að ná boltanum. Tómas nær honum fyrir en ekki nógu gott. Aðeins og löng sending fyrir hann. En Jonathan er að stoppa þetta og Aron alltaf þeirra aðeins svo mikið þarna og rennir sér. Hann fær gula spjaldi fyrir. Og 2 gul spjöld komin í þennan leik. Á fyrstu mínútu fekk Gróttumaðurinn gult. Lítið eftir að fyrri hálfleik. En Tómas kom með boltan hann út á hægri kanti. Þeir spila þarna saman Danir og Belginn. Nú er góð sending hér inn. Já. Davíð Ingvarsson nær að stoppa þetta. Löng sending en Tómas nær þessu aldrei. Alexander Helgi að setja marksæti á leikinn. Númer 6, Alexander Helgi Sigurðarsson.
Þá er fyrsta markið komið hér í þennan leik. Alexander Helgi Sigurðarson sem skoraði eftir glæsilegan undirbúning líka. Löng sending, vel gert. Beint að Jonathan. Sendir á Brynjólfur Darra. Hvað gerir hann? Hætti við. Sendir aftur á Jonathan. Alexander sendir, reynir að senda þarna í gegnum Gróttumennin, en nú er Gróttumennin komnir hérna í hörkusókn, en léleg sending og aftur náum við boltanum og nú er hörð hríð á Gróttumenn. Tómas með boltan hér. Hvað gerir hann? Sendir á Davíð Ingvarsson og hann sendir rétt framhjá. Vel spilað, vel gert. Góð sending á Brynjólfur Darra. Hvað gerir hann? Jonathan með tánni og rétt yfir. Vel spilað hérna hjá Damir og Tómas. Nú kemur kannski löng sendingina yfir á, nei, hann hætti við það. Aron, vel gert á Jonathan, en Jonathan missir boltan. Þá er bara að pressa. Brynjólfur Darri nær boltanum, ætlar að fara í gegnum Gróttumennina, en það gengur ekki. Þeir eru fastir fyrir Gróttumennir. Og aftur
langan bolta hérna á Tómas. Tómas tekur hann niður, hann er að pota í hann. En það koma Gróttu mun setja tánni í þetta. Aron brýtur þarna á. Spjald heimta Gróttu áhorfendurnir. Aron kom með boltan og já. Fáum hornspyrnu. Ekkur uppbótartími í þessu. Og vel nær annað, nei. Það kemur Damir hinn og smellir honum framhjá. Boltinn verður að fara út fyrir teig. Kemur góður bolti. Nær Tómas þessu? Nei, hann nær þessu ekki. Jú, hann nær þessu allavega hérna. Davíð. Aron. Markaskorarinn. Já, hann kemst fram hjá honum, sendir boltan fyrir og Jonathan með skot hátt yfir. Já, hann böðlast einhvern veginn í gegnum þetta en það er ekki að... Jæja, kominn hálfleikur og staðan er 1-0. Það var Alexander Helgi sem skoraði mark líka. Og við tökum okkur hérna smá hlé.
Valdimarsson og leikmaður nr. 29 það er Oliver Dagur Thorlacius og mér sýnist Blikaliðið vera óbreytt frá byrjun. En þá haltrar Jonathan hér. Tómas að brjóta þarna aðeins af sér. Ég nefnilega sá ekki hver fór út hjá Gróttu. Hann er hérna við hliðina okkur, kannski segir okkur það kannski. Sending á Brynjólf, hvað gerir hann? Hann er ekki að snúa inn að markinu og skella sér út í hornið, blind spot, útspark. Fyrir tegið með boltan. Og Grótta gerði tvöfalda skiptingu hérna í hálfleiknum út af leikmaður nr. 15 Halldór Kristján Baldursson og einnig leikmaður nr. 24 Pétur Theodór Árnason. Inn kom leikmaður nr. 17 Agnar Guðjónsson og leikmaður nr. 29 Oliver Dagur Thorlacius. Þar hafið þið það. Komin á fulla ferð núna og Brynjólfur passa að vera ekki í rangstæður en aðeins og seinna gefa hann þarna. Það er að stefla þetta. Það er sem fengið nær ekki að taka boltan með sér. Sendir út á Tómas. Það er bara brotið á Tómasi hérna rétt fyrir utan teg. Það eru Davíð og Alexander sem að virða fyrir sér möguleikana. Hann tekur bara skotið og vel gert. Vel varið hjá Hákoni.
bolti fyrir en Hákon grípur þetta auðveldlega. Hvað gerir hann? Nær ekki að henda þessu út strax. Blikar fljótir í stöður. Kemur skyndisóknin hjá Gróttumönnum og kemur boltinn fyrir. Þannig að það nær að koma slæma fæti þetta. Og Gróttumenn þeir halda fram. Blikar komnir í hraðarsókn, sendir hérna út á Tómas. Tómas sendir boltan fyrir en það bara Gróttamaður. Munaði nú hárum mjóu. Hann náði að lauma boltanum þarna skemmtilega fram hjá varninum en það fór í stöngina. Til allra lukku fyrir okkur. Nú ég minni á leik Breiðabliks og Selfoss hjá stelpunum á eftir. Hann verður sýndur hér beint og hefst af þessum leik loknum. 12:15, Breiðablik Selfoss. Það fyrsti leikurinn í Lengjubikarnum hjá þeim einnig, en þær voru hér Faxaflóameistarar daginn. Aron með góða sendingu á Davíð. Davíð sendir á Aron, hinn Aroninn, og hann ætlaði að senda þarna á Brynjólf. Binna og Damir kemst vel inn í sendinguna og hvað gerir Damir? Og hann tekur bara sjálfur skotið og skýtur, en Hákon varði þetta af Gróttunni. Og þannig að Gróttamennirnir hann gefa Blikunum boltan hérna aðeins. Alexander Helgi með boltan hér, sendir á Jonathan. Aron, ups. Nú Elvar kominn og þarna brotið illilega á Brynjólfur Darra. Og hlýtur gult spjald fyrir. Bjarki Leósson hjá Gróttu.
nokkri sem eru á kamerunni. Við skulum gefa þeim eitt gott klapp. Jæja, hver tekur þetta? Ég gíska á Alexander Helgi. Já, beint á markmanninn Hákon. Davíð á Gróttumanninum en þeir eru í sókn hér alveg á fullu og það Dami sem tekur hún að halda boltanum. Nei, ekki nógu vel að aftur nú kemur Jonathan og býtur á og það einhver slagsmál út í horni og nú einhverjir sem að fá gulu spjöldin jöfnvel rautt. Óskar allavega hann búinn að vísa Óskari í burtu frá þessu. Já, bara haldið áfram við leikinn. Reikistefna hjá dómarunum. Þeir geta fengið hérna varið hjá mér bara, ef þeir vilja. Það eru Jonathan, gult spjald og það eru aukaspyrna allavega. Og Óskar fær gult spjald líka. Jæja, allt dottið niður í dúnalogn aftur. Allir rólegir. Það var Davíð Ingvarsson og Jónatan fengu spjöldin og Óskar Hrafn Þorvaldsson fekk eitt líka. Boltinn kemur fyrir og það Viktor sem nær að skalla því í burtu. Jónatan mætti með boltan hér á fullu gasi. Þarna reyndi þeir að bregða fyrir hann fæti en nú Alexander kominn með boltan og Grótta nær að bjarga þessu. Ingvar sendi boltan hér tilbaka. Erfiðan bolta. Að taka boltan bara niður. Amir Aron sendir á Brynjólf Darra. Brynjólfur á Aron
tekur skotið og beint í Gróttumann. Og þeir eru hraðskreiðir þarna þessi tveir, Davíð og Gróttumaðurinn. Og hornspyrna. Sem að braut með að hindraði Gulla í markinu. Og það er skipting af leikunum. Aron Bjarnason að fara út af og Blikar gera breytingu á sínu liði, út af þeim leikmaður nr. 19 Aron Bjarnason og í hans stað kemur leikmaður nr. 30 Andri Rafn Jómann. Þar eru þið það. Andri Rafn Jómann að koma inn á, leika sin fyrsta leik núna sennilega í langan tíma. Binni setur pressu á Hákon, en Hákon leysir þetta auðveldlega. Og þá setur Andri pressu á Gróttumennina. En hann nær boltanum á honum. Tómas nær að halda boltanum hana. Koma þessu yfir hérna megin. Hann tekur skotið. Alexander Helgi. Já, rétt. Mista þessum bolta. Skruggu fljótur þessi drengur hérna númer 9. Axel Sigurðarsson. Nú, Elli kominn á ferð. Tekur hann með tánu hér á Davíð út á kantinum. Það gerir Davíð. Tekur nokkuð skæri. Setur tána í boltan. Og aftur kemur táaskott. Það er athyglisverður þessi markmaður hjá Gróttu, hann er fæddur 2001. Og dómarinn með uppkast.
Þessi endaði nú bara eftir í markhorninu. Menn eitthvað að leika þessari eldinum. Allt í lagi. Gert hjá Brynjólfi hér, hann sækir beint á markið en sendingin slök. Kannski verið betra að senda úti á Jonathan hægra megin. Helgi kom með boltan, sendi bara það var brotið á hann var nú ekki aftasti maður þannig lagað. Þá öskra áhorfendur Blika, já, þetta spjald, en hann ákveður að sleppa bara við það. Jonathan tekur góða og hann tekur bara góða. Hamrar hann aðeins yfir, Brynjólfur Darri Willumsson og nú skipting og mér sýnist að vera Benedikt Tómas Mikkelsen sem fer út af. Og Benedikt Maren að koma inn á fyrir Tómas. Og
Blikar gera aðra breytingu að velli fyrir leikmann nummer 9, Tómas Mikkelsen, og í hans stað kemur leikmann nummer 31, Benedikt Vatn. Þarna urðu nú Gróttumönnunum smá mistök og leikmann nummer 45, Brynjólfur Darri Viljámsson. góður bolti fyrir en ná ekki að skalla þetta á markið, Gróttumennirnir. Og Blikar gera hér sína þriðju skiptingu. Leikmaður nummer 36, Aron Kári Aðsteinsson fer að velli og í hans stað kemur leikmaður nummer 16, Guðmundur Böðvar Guðjónsson. Já, þið heyrið það fyrst hér. Guðmundur Böðvar að koma inn á fyrir Aron Kára. Benedikt gefur góða sendingu fyrir, ekki rangstæður og það er Alexander Helgi sem að bætir bara við. Vel gert. Þessi annar mark.
8. Júlí Karlsson. Hjá Blikum var það leikmaður nummer 7 Jonathan Hendrik sem fór á velli og í hans stað kom leikmaður nummer 14 Óskar Jónsson. Þarna hefði nú verið gaman að setja þrennuna. Alexander Helgi í dauðafæri. Það glemdi Óskar sér. Ja, það kom ekki að sök. Grótta með boltan hérna fyrir utan. Nauðbeðir að senda boltan tilbaka. Og þarna brýtur Elli á Gróttumanninum. Og aukaspyrnu þarna. Stórhættulegum stað. Og vel skotið. Góð aukaspyrna aðeins yfir markið. Óskar næði boltanum þarna og gefur á Brynjólf og Óskar ætlaði að setja skilnaðan boltan eftir þarna fyrir Benedikt en Grótta nær að koma þá tilbaka en Guðmundur Böðvar
nær að bæja hættunum frá í bili. Grótta með boltan en Damir tekur þarna boltan niður bara og sendir á Brynjólf Dalvag. Hann sendir út í hornið á Benedikt og Benedikt, hvað gerir Benedikt? Sendir boltan fyrir en það Gróttumenn sem hann á að bæja hættunni og setja hann í hornspyrnu. Stelpurnar farnar að hita upp fyrir leikinn. En hann verður sýndur beinni líka hérna á eftir klukkan 12:15. En nú hornspyrna hér, góð hornspyrna og það setur boltan yfir Viktor. Setur boltan yfir. Sem reyndar mjög erfitt í þessu færi. En hvað það? Strákarnir eru að leika sér að eldinum en þeir ráða við þetta. En Gróttumenn Benedikt, skemmtilegan síðan snúning. Óskar Hrafn Þorvaldsson öskrar sína menn áfram. Hann hér með ungt Gróttulið í höndunum. Óskar með boltan, Óskar. Undir á Alexander. Tekja markamanninn. Og Óskar setur hann í kloppa. Fallegt. Vel spilandi lið þetta Gróttulið og þarna nú settur boltinn í ránstöðu.
Eitthvað með sig, hann Alexander. Guðnuböðar nær í boltanum þarna og tekur bara skotið, vel gert. Jæja, og það var leikur búinn og endaði 3-0 fyrir Blika. Það var Alexander Helgi sem skoraði 2 og Brynjólfur Darri sem skoraði 1 markanna. Við ætlum að kveðja að sinni smástund, gefum þessu smástund að þangað við tökum lið á stelpunum, Breiðablik á móti Selfoss. Takk fyrir mig.